Eiturlyf eru í raun öll efni sem valda vímuáhrifum. Stundum er talað um eiturlyf sem bara þessi ólöglegu eiturlyf, það er að segja eins og kókaín eða amfetamín eða eitthvað í þá veruna, eða í hass eða maríjúana jafnvel. En í raun eru eins og áfengi og tóbak eru eiturlyf líka. Eiturlyf er eitthvað sem allir ætti að láta algjörlega vera. Maður veit það í raun enginn þegar hann byrjar að prófa eiturlyf hvernig það fer í hann. Sumir lenda í því að verða algjörlega háðir og missa algjörlega stjórn á neyslunni, skiptir engu máli hvaða eiturlyf þeir prófa. Og meðan sumir í raun geta sloppið, en þetta er allt og mikil áhætta til þess að vera að prófa. Það er annað sem gerist líka ef fólk fer að nota eiturlyf, að það er þetta ruglar hormónabúskapnum. Þannig að líkaminn hættir að búa til ákveðin hormón sem láta okkur líða vel. Þannig að fólki líður bara illa nema það noti eiturlyf, og er það í raun hætt að nota eiturlyfin til þess að því líði vel, heldur meira farin að nota þau til þess að koma í veg fyrir vanlíðan. Svo aukast líkurnar á þunglyndi, á alls konar geðsjúkdómum og fyrir utan náttúrulega hættuna á hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að eiturlyfja notkun er stórhættuleg og á svo mörgum sviðum. Þetta er ekkert bara spurningum, og svo er alls konar áhættuhegðun sem getur fylgt eiturlyfja notkun. Þannig að þetta er eitthvað sem allir ættu að láta algjörlega vera.